Já, góðan daginn og verið velkomin í Hina Reykjavík, þáttinn þar sem að við tölum málefni og við fólk sem oft fær ekki mikið pláss í mainstreams umræðinni. Í dag hjá okkur Sönnu hún Sóley Hafsteinsdóttir, en hún hefur reynslu af hvernig voru það, átröskunum og meðferðarkerfinu hérna á Íslandi. Góðan daginn Sóley. Næn. Vertu velkomin og takk fyrir að koma hérna til okkar. Já, takk fyrir að fá mig. Núna nýbúið að vera í fréttum að biðlistarnir hafa enn og aftur bara lengst eftir meðferðarúrræðum og þú skrifaðir opið bréf fyrir rétt rúma ári síðan. Já. Til heilbrigðisráðherra eða ekki. Já, það Þú segir okkur aðeins frá þinni reynslu af þessu kerfi sem við verðum með. Já, það nefnilega þegar ég kom fyrst inn í teymið þá var dagdeildin bara mjög flott og teymið bara mjög flott og þá var þetta niður á Hvítabandi á Skólavörðustígnum og þá var dagdeild starfandi sem er svona mikilvægasta þjónustan fyrir átröskunarsjúklinga og svo kemur upp mygla í húsinu og þá fer starfsfólk að veikjast og endanum þarf að loka húsnæðinu og teymið á að flytja á Klepp. Og þetta er alveg vitað, ég held í byrjun árs 2019, held ég sé að segja rétt ártal. En flutningurinn verður ekki fyrr en í ágúst og það lokar fyrir, er ekki að taka inn sjúklinga í einhverja fleiri mánuði. Og svo þegar kemur af flutningnum þá er sérstakur gangur sem teymið á að fá, þessum dagdeildin á að vera starfandi og göngudeildin, nema hvað þessi gangur var ekki tilbúinn og þessi gangur er ennþá ekki tilbúinn. Þannig að þau eru ennþá í bráðabirgðahúsnæði, það er engin sérstök aðstaða til þess að halda þessari dagdeild starfandi, þannig að dagdeildin eins og hún var hefur ekkert verið starfandi síðan byrjun árs 2019. Og það náttúrulega þar að leiðandi hefur biðlistinn lengst úr 3 mánuðum upp í 20 mánuði sem er náttúrulega bara galið og fólki á biðlistanum hefur farið úr, ég held að það hefur 12 manns þá og er núna 84 manns síðast þegar ég vissi. Þannig að þetta, og svo er náttúrulega þessi biðlisti stórt vandamál, 20 mánuðir er ekki boðlegt, en það er líka það sem tekur við eftir þessa bið. Það biðlista kannski 18-20 mánuði og svo tekur engin almennileg meðferð við. Það eru vikuleg viðtöl kannski og einhver örlítill matastuðningur fyrir suma, en þú ert bara að bíða eftir það er engin almennileg meðferð sem þú ert að bíða eftir. Þú ert að fara erlendis eða þú ert að fá almennilega meðferð. En þú talar að dagdeildin sé svona eitt mikilvægasta stuðningurinn. Getur þú lýst aðeins fyrir okkur, bara svona fyrir okkur sem ekki vitum, hvað felst í svona þeirri meðferð eða því úrræði? Eins og hún var þá þannig að þú mætir á morgnana alla virkadaga og þar er alltaf bara dagskrá. Byrjar á því að koma og borða morgunmat. Svo þess að morgunmatur og bara hádegismat og bara kaffi og inn á milli ferð í sálfræðiviðtöl, þú heitir næringarráðgjafa og ferð tíma hjá geðlækni, fjölskylduráðgjafa og svo eru námskeið, það er hugræn atferlismeðferð, líkamsímynd, voru listmeðferðir, alls konar til þess að byggja mann upp. Þannig að það er þessi máltíðastuðningur og svo inn á milli er verið að byggja mann upp til þess að takast á við þennan sjúkdóm. Já, og meðferð, þú veist, lengd meðferð, það var bara einstaklingsbundið eða? Já, það var þannig, hún var 8 vikur hver rúlla, það byrjar svona rúllur, þannig 8 vikur og það er einstaklingsbundið hvort að þú ert bara þessar 8 vikur eða hvort þú ert aðrar 8 vikur í viðbót. Og svo er það þannig að það eru náttúrulega fólk sem
er orðið of veikt fyrir dagdeildarmeðferð, þá þarf að fara í innlögn. Nema við erum náttúrulega ekki með neina innlagnar meðferð við átröskun. Þú leggst bara inn á bráðageðdeild og þar er engin meðferð í gangi, þú veist, það eru máltíðir, þú ert reynir bara að ná upp kílóum og eftir þessa innlögn þá á að taka við intensív dagdeildarmeðferð sem tekur þá við. Já. Og sem er náttúrulega ekki búið lengur, þannig að það er fólk að fara í innlögn, kemur svo út og fær ekki neitt og þá bara bakslag og fer aftur í innlögn. Þannig að það vantar líka mjög nauðsynlega innlagnar deild til að sinna þessum sjúklingum. Já, algjörlega. Þú nefndir þarna að fólk hefur verið sent erlendis. Veistu eitthvað meira það eða hvernig? Það kom fram í svarinu hjá Svandísi við fyrirspurn Andrésar Inga. Að það verið 4 eða sjúkratryggingar hafa greitt fyrir 4 aðila. Ég man ekki hvað voru mörg ár sem það var yfir og ég veit ekki hvað hvort að það eru margir sem hafa greitt bara úr sínum vasa og farið erlendis. Ég hef ekki upplýsingar það en þetta er náttúrulega möguleiki fyrir fólk að fara þarna út en það er náttúrulega að fara frá þínu stuðningsneti sem er mjög mikilvægt að hafa í meðferð. Þetta er mjög stór partur af meðferðinni að hafa þitt stuðningsnet og þetta er mjög intensív meðferð þarna úti, það er ekkert privacy, þú fari ekki frá klósettið í friði. Nei. Og og þú veist, í sálfræði meðferð öðru tungumáli og ég er ekki mikið af fólki sem leggur í þetta og já, þá er það alveg Norðurlöndin sem fólk er að fara til. Mér finnst einmitt að tala svo vel í greininni þennan svona mun sem að við höfum einmitt oft tekið eftir sem eru örugglega bara viðhorfamunur á geðsjúkdómum og líkamlegum svona veikindum eða svona líkamlegu eins og þeirra beinbrot eða kvef að þá getur fengið strax að fara til læknis og fara strax svona viðbrögð en þegar það eru geðsjúkdómar eða andleg veikindi að þá er eins og sé meira svona æherði, þú þarft bara að bíða þannig að þú veist maður skilur ekki þetta viðhorf að það sé einhvern veginn ásættanlegt að fólk þurfi bara að bíða í marga mánuði. Ég meina, þú ert ekki að bíða í 20 mánuði með opið beinbrot af því að starfsfólki eru svo veikt að það þurfti bara að fara heim út af myglueinkennum að þurfti að loka sjúkrahúsin. Ég meina, það er nú eitthvað sagt ef að sjúkrahúsi væri bara lokað í 20 mánuði að fólk kæmist ekki út af sýkingum eða COVID eða bráðnauðsynlegar aðgerðir og þetta er náttúrulega svo nauðsynlegt að þetta hlýtur að tengjast einhver svona viðhorfi hvernig, þú veist, finnst þér hafa orðið einhver svona viðhorfsbreyting eða erum við kannski ennþá bara dálítið föst á svona sama staðnum að fólk setur þetta bara, þetta er svona afgangsstærð, bara svona já, við ætlum ekki að einhvern veginn afgreiða þetta er bara svona, já, afgangsstærð einhvern veginn eða eitthvað svoleiðis. Já, klárlega, þetta er alveg 100% mín tilfinning að ég ætla bara að leyfa mér að halda því fram að ef röntgendeildin myndi bara leggjast niður og enginn gæti farið í myndatöku, það myndi aldrei gerast að það er bara eitthvað 20 mánaða biðtími. Það er alltaf að gert. Og eins og nú er ég búin að vera að reyna að vekja athygli á þessu máli og ekkert gerist. Maður fær alltaf bara svona innantóm svör. Engin framtíðarplön, enga tímasetningar og þá náttúrulega fær maður það bara tilfinningunni að fólki sé ekkert rosalega, fólki sé eiginlega bara sama. Líka því að fólk með geðsjúkdóma og sérstaklega fólk með átröskun, það er ekki mjög hávært. Það skammast sín mikið, það vill ekki að neitt viti að þau séu með átröskun og þannig að það er ekki mikið að fólki að fara að berjast fyrir réttindunum sínum sem að það er leiðandi að vera auðveldara fyrir auðveldara að ekkert gerist því að það er enginn að hafa hátt. Og
eins og ég hef talað einmitt áður, svona sýn fólks á ádreskun svolítið byggð á svona röngum ímyndum, svona svolítið gamaldags og að þetta sé ungar stelpur sem að hugsa bara útlitið og vilja bara grennast og vandamáli sé það að maður þarf bara hætta að hugsa útlitið og bara byrja að borða og þá lægist þetta allt saman. Þetta svo miklu flóknar en það, þetta svo ótrúlega einstaklingsbundið, þetta getur þróast út frá áföllum, einelti, lélegri sjálfsmynd, þetta getur verið arfgengt og fólk á öllum aldri greinist með ádreskun, öllum kynjum, bara öllum stéttum. Þetta ekki bara ungar stelpur sem eru hræddar að það sé ekki nógu mjóar. Það svo langt frá því hvað þetta snýst Og líka, þetta mjög flókin meðferð, þetta mjög erfið meðferð, það mjög erfitt að biðja hjálp. Og fólk eftir mörg ár að mana sig upp í að viðurkenna vandann og fara og biðja hjálp. Og það getur ímyndað kannski manneskja sem búin að vera að burðast þetta kannski 6 ár og á erfitt með að sjá sig, hún sé veik, þó hún sé mjög alvarlega veik, fer og biður aðstoð og fær það svarið að það verður haft samband við eftir 18 mánuði. Það ég held að sé mjög oft sem að maður fær þá staðfestingu að já, ok, ég greinilega ekki nógu veik. Ég ekki eins veik og ég hélt að ég væri. Það bara að bíða í 18 mánuði. Þannig að það oft, getur haft mjög neikvæðar afleiðingar að fá þessar fréttir. Og náttúrulega 18 mánuði getur margt gerst. Sjúkdómurinn getur gerst mjög hratt að sjúkdómurinn fari hratt niður. Það getur líka bara verið eitt áfall og þú ert komin orðið mjög veik og jafnvel komin í lífshættu. Og hann lengist meðferðartíminn og kostnaðurinn eykst og já. Þetta rosalega langur tími. Já, þetta náttúrulega bara 3 mánuðir var mikið en 20 mánuðir náttúrulega bara þú ert búin að bíða í ár og þá áttu 8 mánuði eftir. Svona höfnun þegar þú ert einmitt eins og segir búin að stíga skrefið bara ok, ég ætla að tala við einhvern og svo bara, nei. Já. En núna viðurkenni ég að ég bara veit ekki mikið ádreskun en þetta kannski snýst þetta meira þetta náttúrulega mjög flókið eins og þú svona nefnir að það kannski ekki til einfalt svar og þetta fer eftir einstaklingnum en snýst þetta kannski líka að hafa stjórn á aðstæðum eða snýst þetta kannski ekki alltaf matinn og líkamsýmynd eða snýst þetta meira svona undirliggjandi aðstæður og áföll sem að leiða til þess að einstaklingur vil jafnvel kannski hafa stjórn á einhverjum svona ástæðum eða eitthvað svoleiðis. Já, það alveg klárlega mjög algengt að maður að reyna að hafa stjórn á einhverju, maður hefur lent kannski í einelti eða áföllum eða eitthvað og þetta eitthvað sem maður næri að hafa stjórn á og þá eins og maður aðeins að róa kvíðan og í smá stund og manni líður eins og maður sé með stjórn á hlutunum. Svolítið svona blekking að maður fær svona tilfinningu eins og maður hafi stjórn á einhverju. Og þess vegna líður fólki líka oft eins og það sé ekki veikt af því að manni finnst maður einhvern veginn vera með stjórn á hlutunum þegar maður bara alls ekki með neina stjórn. Sem að fólk leita sér aðstofar þegar það uppgötar eins og það var fyrir mig þegar ég allt í einu uppgötaði að ég var bara alls ekki með neina stjórn og þá var ég bara hrædd og þá vil maður leita sér aðstofar kannski. Er samfélagið að átta sig á í rauninni birtingamyndum ádreskjunar eða finnst þér þetta ennþá vera dálítið fast í þessum hugmyndum að þetta sé bara stelpur sem að vilja greina sig eða er þetta misjafnt kannski? Já, ég held að þetta sé mjög ennþá margir mjög fastir í þessari gömlu hugmynd að allan að mín upplifun síðan að ég byrjaði að tala þetta að fólk hefur mjög áhuga samt að heyra
og einmitt viðurkennir oft að það bara hafi ekki hugmynd hvað máli snýst og sem ég held bara því að það hafi ekki verið mikil umræða það hvernig þessi sjúkdómur í raun og veru og ég held að sé alveg klárlega vitundarvakning í gangi og fólk áhugasamt að vita hvað máli snýst sérstaklega þegar heyrir þessar fréttir og hvað þetta en það komið mjög mikið óvart hvað eru margir sem mitt bara þekki ekki til. Núna, þú veist, eins og með flesta aðra geðsjúkdóma og ég held að öll við sem höfum verið að eiga við einhvers konar geðræn-vandamál þekkjum. Hefur þú orðið fyrir eða orðið vör við að fólk sé að koma með rosalega svona hjálplega ráðleggingar? Þú veist, eins og ég var að eiga við þunglyndi þannig að ég fekk alltaf spurninguna, þú veist, af hverju fer ekki bara í sund? Já, einmitt. Þetta sem er svolítið ríkjandi kannski? Já, ég hef verið mjög heppin. Ég hef ekki fengið mikið af svona ráðleggingum en ég hef heyrt mikið af svona að fólk heldur þetta sé svolítið svona bara maður þurfi bara aðeins að taka til í lífinu og bara fara út og borða 3 á dag og eitthvað svona en nei, ég hef verið mjög heppin með að ekki fengið mikið af svoleiðis en klárlega margir sem eru að fá svona komment og líka bara frá fjölskyldumeðlimum og maður hefur heyrt margar sögur. Þess vegna er svo mikilvægt að það verði einhver fræðsla hvað máli snýst svo sé meiri skilningur af því með meiri skilningi þá líka held ég að sé auðveldara að berjast fyrir almennilega aðgengi að þjónustunni. Það held að það sé líka vandamál af hverju þetta viðgengst að ekkert gert í 2 ár að fólk bara hefur ekki skilning yfir þessu sem skiljanlegt eða hefur ekki glímt við átröskun eða fylgst með einhverjum sem að glíma við átröskun þannig náttúrulega skilur ekki hvað máli snýst en eins og að vera aðstatandi við einhvern sem með átröskun held ég sé bara mjög hrikalegt og sérstaklega þegar það ekki til einn hjálp fyrir fyrir aðstandaninn. Var þetta, þú talaðir að þú hafi síðan leitað hjálpar og var þetta, kannski mjög svona persónuleg spurning en var þetta svona léttir eða þetta örugglega erfitt samt að fara í gegnum þetta ferli og Þetta svolítið svona blandaða tilfinningar, þetta svona léttir svona léttir að maður sé kannski að loksins að fara að komast út úr þessu. Þetta svolítið bara eins og að vera inn í einhverju fangelsi í hausnum á sér og en á sama tíma maður skíthræddur við að fara á móti öllu sem að hausinn að segja að gera. Þess að borða bara eins og að stíga inn í einhverja mjög hættulegar aðstæður getur verið. Bara mjög mikil kvíði, mjög mikil vanlíðan sem fylgir því til dæmis að borða kannski máltíðir og eftir máltíðina og allt þetta þannig að þetta er mjög krefjandi meðferð, mjög erfitt af því þú ert rauninni að hverjum degi þarft að mæta eitthvert sem að þið langar í rauninni ekkert að vera sem þú ert bara hrædd við en að sama tíma vill maður ná bata. Þannig að þetta er mjög blandaðar tilfinningar, allavega var þannig hjá mér. Og svo líka fléttast inn í að það er mikil umræða samfélagsmiðla og svona óraunhæfar væntingar og kröfur, photoshoppar myndir og allt þetta áreiti og hvort það sé að móta ungt fólk í dag og ekkert endilega bara ungt fólk, bara fólk almennt sem að skoða þessar myndir og þessi myndbönd og að búa að eiga við myndir að svona ungt fólk sé alast upp haldandi að maður eigi að líta svona og hinsegin út einhvern veginn og sé svona pressa og þá spilir þetta allt saman inn í líka og það er alls konar herferðir í gangi að sýna bara svona raunverulegar ímyndir af fólki
og fagna alls konar svona ólíkum líkamum og ætli þetta svona hafi jákvæð áhrif eða ætli þetta sé ótengt, maður svona veit ekki alveg hvernig þetta spilar inn í, þetta kannski misjafnt eftir fólki. Já, ég held að þetta hafi klárlega áhrif, öll þessi samfélagsmiðla svona fyrirmyndir sem að ungt fólk sérstaklega hefur í dag sem alast upp og mikið í á Instagram og TikTok og svona. Það fær svo ótrúlega brenglaða hugmyndum hvernig átt að líta út og ég held að það hafi alveg pottþétt áhrif á þetta einmitt og maður verður áhugavert að sjá hvernig þessi kynslóð verður einmitt. Ef það ekki gripið inn í og ég held að það sé mjög mikilvægt að koma með fræðslu fyrir þennan hóp. Því að þetta getur haft mjög skaðleg áhrif á og einmitt leitt út í átröskun. Ef það lítur ekki X og X út. Það er fljótt að þróast út í eitthvað óheilbrigt. Já, þannig að fræðsla náttúrulega ætti að svona, hvernig var það, líkamsímyndarfræðsla bara. Já. Það er náttúrulega að vera stærri partur raunverulega af kannski skólanum hjá okkur. En hvað þarf að breytast í samfélaginu okkar núna? Hvað þarf að breytast fyrir fólk sem að dílar við átraskanir? Já, það er góð spurning. Og meira heldur en bara að koma deildinni aftur í gang, sko. Ég held að það þurfi að fræða átröskun. Eins og er búið að vera með geðsjúkdóma líka, eins og það hefur verið þunglyndi og kvíði og alls konar hefur verið í umræðinni sem frábært. Og ég held að það þurfi að vera með fleiri geðsjúkdóma líka eins og með átröskun. Að fræða og koma fólki kannski skilning hvað þetta máli snýst. Og að því að þetta er líka svo hættulegt með átröskunarsjúklinga að þeir eru svo lengi að leita sér aðstofar. Og þá náttúrulega er vandinn lengri, meðferðin lengri og erfiðar að díla við vandann. Og held að stór partur að sé það fólk skammast sín af því að þessi stereotypíska hugmynd af átröskun að fólk vill ekki að vera tengt við hana kannski. Og þá er einmitt hræddir að við opinbera sig og lifi bara með átröskunni með sjálfum sér kannski lengi vel. Þannig að það er aldrei þessi stór partur af hvað þarf að gerast og einmitt líka að fá fræðslu inn í grunnskóla fyrir ungt fólk. Heldur að fræðsla fyrir aðstandendur og foreldra myndi hjálpa, svona læra að þekkja kannski svona einkenni sem að mögulega geta komið fram þegar að börn og ungmenni eru kannski að sýna eitthvað svona, já, ég vil ekki borða þetta eða ég er hætt að borða þetta eða núna er ég að hreyfa mig svona mikið á dag út af því að ég vil komast í form. Hvenær línan er kannski byrjuð að vera aðeins og öfgafull eða bara öfgafull, eitthvað svoleiðis kannski. Já, alveg 100%. Og það er náttúrulega aðstandendur þeirra sem eru í átröskunarmeðferð fá einmitt svona, eða er boðið upp á svona fræðslu, en það verður náttúrulega óskandi að fleiri einmitt aðstandendur væru meðvitaðir öll þessi hættumerki og að því það er svo gríðarlega mikilvægt að grípa inn í þegar sjúkdóminn er að byrja. Því lengur sem þú ert veikur, því erfiðara er að ná bata og því erfiðari meðferð er. Og fólk, veikindatími er oft bara 6 til 9 ár áður en nær bata, að því ekki gripið nógu hratt fljótt inn í. Og þannig að það er náttúrulega mjög mikilvægt og líka íþróttafélög held ég sé líka mikilvægt að þjálfarar séu meðvitaðir þessi hættumerki því það er mjög algengt að svona atvinnu íþróttamenn séu að koma með svona vandamál.
út af pressu og kannski óraunhæfum í myndum. Akkurat. Bara ég held að við séum svona verða bara nokkuð góð okkar megin frá er eitthvað fleira Sóli sem þú vilt koma inn á? Já, kannski þetta með dagdeildina. Hvað að því að þetta snýst nú oft peninga, eða virðist gera það. Og það fyrir mér það frekar svona augljóst að það borgar sig margfalt að koma dagdeildinni aftur á stað, koma teiminu aftur í lag. Að því að það eru núna 80 og eitthvað manns á biðlista og því lengur sem þú ert veikur, því veikara verðuru og því meiri líkur og þú lendir í innlögn. Og þessar innlagnir geta farið upp í 3 mánuði sem fólk lagt inn og við vitum að það er mjög dýrt. 1 nótt inn á bráðageðdeild er mjög dýr nótt. Og hvað þá 3 mánuðir. Og svo eins og kom í ljós frá Svarnar Svandísar að það er allt upp í 10 manns á ári að leggjast inn. Og ef ein innlögn komin upp í einhverjar nokkra milljónir að 10 manns, þá ertu komið svolítið mjög mikið af milljónum sem gæti verið að fara í eitthvað annað og einnig að vera styrkið að senda fólk út. Þannig að ef það er auðveldur að horfa á þetta út frá peningalegu sjónarmiðinu fyrir þá sem að geta gert eitthvað í þessu, þá finnst mér þetta að vera svolítið augljóst dæmi að þetta borgar sig margfalt. Sérstaklega núna þegar það aldrei verið margir á biðlista þá hlýtur að koma einhver sprenging í innlegna meðferð. Og mér finnst líka oft koma villandi svör þegar það er verið að taka viðtöl við þá sem að eru stjórna þessu að það er ekki, það tala svolítið eins og ef þú ert mjög veikur þá fáir innlagna meðferð, eða ef þú ert mjög veikur þá ertu sett framar á biðlistan. En ef þú ætlar að komast í innlögn þá er það þannig að þú þarft bókstaflega að vera í bráðri lífshættu. Það kemst enginn í innlögn án þess að vera með mjög slæmar blóðprufur, mjög slæmi líkamlegu ástandi. Það er ekki tekið tillit til þunglindi, kvíði, mjög algengt að það fylgir með átröskun. Sjálfsvígshugsanir, mjög algengt, fylgir með átröskun. Og það virðist ekki að tekið mark á þessu. Það er svolítið mikið bara horft á blóðprufur og þær þurfa að vera bara þannig að það er svolítið, bráð lífshætta í gangi. Já. Komið fram hvað þetta er í alvörinu erfitt að fá aðstoð og hvað eru margir sem eru raunverulega bara á virkilega vondum stað. Þetta er ekki bara einhverja sögur, eitthvað sem gæti verið að gerast, einhver hugmynda. Það getur verið fólk sem er að bíða í 20 mánuði eða er rosalega veikt. Veikist og fá einhver hjálp. Maður fær svona tilfinninguna að það sé ekki verið að taka mark á þessum frásögnum. Nei. Og eins og þú segir líka þá er þetta tiltölulega þögull hópur, þannig að það er kannski ekkit of margar frásögnir því miður. Nei. En samfélagslegu kostnaður er örugglega meiri á því að einfaldlega leysa ekki úr vandamálum þessari deildar. Og svo við tölum nú ekki mannlega þáttinn og þann aukna harmleik sem verið að skapa með því að vera ekki að eiga, setja hausinn í sandinn gagnvart þessum. Já. Og maður vill náttúrulega ekki að þurfi andlát til þess að eitthvað verið gert. Það er ekki eitthvað sem maður vill að þurfi til. Nei. En því miður þá er það oft það eina sem að svona ákveðið kerfisfólk virðist horfa á. En ég held að við látum þetta bara vera loka
orðin í þættinu núna í dag. Sóley Hafsteinsdóttir, takk kærlega fyrir að koma og tala við okkur og deila þinni sögu. Já, takk fyrir að vekja athygli á málinu. Þetta hulinn heimur fyrir okkur flestum. En já, takk kærlega fyrir. Og takk Sanna fyrir að vera með mér í dag. Ég heiti Daniel Örn og þetta var Hinn Reykjavík. Við erum með þætti alltaf á föstudögum og þriðjudögum klukkan 5. Takk fyrir okkur.